Viðamesta og flóknasta útsending Íslandssögunnar var þegar sent var beint frá úrslitakvöldi Nóbelsverðlaunahátíðarinnar eftir að hinn kunni rithöfundur Halldór Guðjónsson frá Laxnesi hafði óvænt komist í úrslitkeppnina besta skáld heims. Var það jafnframt í fyrsta skipti sem fólki var gefinn kostur á að greiða atkvæði í gegnum talsíma. Gríðarlegur viðbúnaður var í höfuðstöðvum Pósts og síma og allt tiltæklið talsíma var það kallað út. Allar línur voru rauðglóandi og lögðust landsmenn á eitt að koma sínum manni áfram. Skipti þá engu hvar í flokki menn stóðu, allir studdu þennan unga og efnilega höfund sem geti hafði sér gott orð fyrir sögur á borðið Ást í úthöfum, Losta púkan og fleiri verk sem gefin höfðu verið út á fjölda tungumála. Álagið var gríðarlegt á það fjölmörgu talsímaverði sem stóðu vaktina alla sólarhringinn, enda má segja að Kiljans æði hafi gripið þjóðina sem kaus jafnt á nóttu sem degi í þessari fyrstu símakosningu Íslandssögunnar. Öllum brögðum var beitt, meðal annars kaus fólk á svokölluðum Hawaii-tíma sem þá var algjör nýjung í kosningum. Einnig urðu menn uppi sér að því að vill á sér heimildir og dulbúa sig í því skyni að geta kosið aftur og aftur. Svo fór að Halldór Guðjónsson frá Laxnesi sigraði með yfirburðum, þökks í íslensku þjóðinni sem talið að hafi veitt honum á 2 milljóna atkvæða í kosningunni. Símakostnaðurinn lagði íslenska hagkerfið í rúst sem leiddi til þess að ríkið neyddist að lokum til að selja Landssímann.